'cause you reign. Praise 'cause your own son defeated the grave. I'll praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. I'll praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause your own son defeated the grave. I'll praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. 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 No, I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? No, I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Hallelujah. Guð góður. Amen. Guð góður. Velkomin að samkomu United Reykjavík. Gott að sjá okkur. Við ætlum að lofa Guð í kvöld. Við ætlum að beina öllum sjónum okkar að honum. Bjóðum alla okkar athygli næsta klukkutíman. Hann er þess verðugur. Mér langar bara að við skulum aðeins biðja hann og fyrir minni í næsta lag. Drottinn minn og Guð kom fram fyrir hásætið þitt. Drottinn minn og Guð, við beinum sjónum okkar að þér. Og ég þakka þér, Drottinn minn og Guð, fyrir það verk sem þú gerðir á krossinu. Þannig að við getum staðið hér í dag frjáls og lofa þig, Drottinn. Faðir, ég þakka þér fyrir að þú sendir soninn á krossin til þess að deyja fyrir okkar syndir. Þannig að við getum staðið hér í dag frjáls og lofa nafnið þitt, Drottinn. Og ég bið, Drottinn minn og Guð, að þú lyftir öllum þunga, að þú lyftir öllum kvíða og að þú lyftir öllu þunglindi hér í kvöld, Drottinn. Ég þakka þér, Drottinn, fyrir að þegar við erum í þér þá er ekki pláss fyrir kvíða, þá er ekki pláss fyrir ótta, það er ekki pláss fyrir þunglindi. Þannig að, Drottinn minn og Guð, við tölum líf í kvöld, við tölum gleði í kvöld, við tölum von í kvöld. Drottinn minn og Guð, lofum nafnið þitt í kvöld. Takk, Jesus. Við til smá rock. Used to live like a rebel, didn't want to behave. Thought a rest like me could never be saved. I remember the day when I heard him calling my name. Like a thief in the night, he snuck in, took my life. I was dead, now I'm alive and singing. I got stolen by the queen robber, picked me up from that rock bottom, washed my soul in that holy water, brought me back to life. One more storm, roll away, one more sin, I've been saved by grace. This dead man, he ain't dead no longer, all because of that grave robber. Maybe you're the one thinking that you'll never be right, even though your mama praying for you every night, praying Jesus gonna find you and open your eyes. Well, maybe right now's that time. Like a thief in the night, he snuck in, take your life. That resurrection's gonna have you singing. I got stolen by the grave robber, picked me up from that rock bottom,
my soul in that holy water, brought me back to life. I got stolen by the great robber, picked me up from that rock bottom, lost my soul in that holy water, brought me back to life. One more storm, roll away, one more sinner been saved by grace. This dead man ain't dead no longer, all because of that great Jesus is the rock, and he rose for that way, all because of that great robber. Vá, þetta var rosalega flott. Velkomin United, gott að sjá okkur öll. Vá, þetta verður svakalegt kvöld. Notum tækifærið og tökum þátt. Það svo gott að koma saman, fagna, lofa Guð. Hér erum við með svo frábæra lofgjörðar tónlist og lofgjörðarband og þetta allt sem við gerum bara saman. Við tökum þátt í þessu. Við erum að lofa Guð saman og fókus á hann og bara virkilega gefa okkur Guði og orðið sem tala verið Björn Ingi ætlar að tala til okkar og það svo mikilvægt að við gefum þessu tíma, tækifæri og virkilega hlustum af því að Guð talar í gegnum orð sitt og Guð dvelur í lofgjörð sinna barna og það svo mikilvægt að gefa þessu tíma og rúm og ekki vera að spá í hann sem við hliðina á. Bara pælið að hann, þú veist, hann hér mitt á meðal okkar. En ef við myndum sjá hann með berum augum, hvernig væru við? Ef hann bara stæði hérna, hvernig væru við? Myndum við ekki bara, við myndum ekki fara út úr herberginu. En málið að hann hér. Þó svo við sjáum hann ekki, þá hann hér. Við ætlum að biðja saman. Við erum öll með bænarefni. Það hafa verið send inn bænarefni sem að Guð þekkir og hann þekkir okkur svo vel og sér allar okkar þarfir og hann þekkir okkur betur en við sjálf. Þannig að stöndum endilega upp og biðjum saman. Það segir í orðinu í Mattheusarguðspjalli 11:28 Komið til mín öll þér sem erfiði og þunga eru hlaðin og ég mun veita ykkur hvíld. Takið á okkur mitt og lærið af mér því að ég hógvær og af hjarta lítillátur og þá munu þér finna hvíld sálum yðar. Við að læra af Jesú og við gerum það með því að lesa, með því að hlusta. Svo segir hann því að mitt ok ljúft og byrði mín létt. Það eitthvað það sem við viljum eða ekki. Létta byrði okkar. Leyfa honum að bera allt því að hann með opinn faðminn. Heilagi Faðir, ég bara þakka þér fyrir að við koma hér saman og lofa þig og tigna. Takk fyrir nærveru þína, takk fyrir að þú ert hér, þú ert í lofgjörðinni, þú dvelur í lofgjörð þinna barna og takk fyrir orðið sem við fáum að heyra. Ég trúi því að þú ætlar að tala til okkar. Takk fyrir að orðið þitt, það opnar augu okkar, opnar sálarsjón okkar og mótar okkur á nýjan hátt, mótar hjart okkar, mótar hug okkar og ég þakka þér fyrir að orð þitt lifandi og kröftugt og það smýgur inn í innstu fylsni sálar og mergjar og dæmir hugsanir okkar og hugrenningar. Og með því að þá bara náum við einhvern veginn að ég trúi því að bara fókus á þig og bara segja skilið við og sleppa tökunum á því sem liðið Takk fyrir fyrirgefninguna, takk fyrir náð þín og miskun. Takk fyrir að þú ert hér og ég bara trúi því að þú ætlar að gera undur og stórmerki hér í kvöld. Mæta einum og sérhverjum sem með þunga byrðar og þarf bara aðstoð við að gefa þér þær, Drottinn minn. Og ég biði bara að grípa inn í sérhverja aðstæður og hjálpa okkur og leið okkur og kenn okkur hver þú ert. Kenn okkur orð þitt. Og ég biði að blessa bara einn og sérhvern þau bænarefni sem hafa verið send inn, þeir sem að þjást og eru úti að þjást og þurfa virkilega á snertingu þínu að halda. Sendu okkur og fólk í veg fyrir til að vitna þig og vera ljós og vera salt.
Blessaði þetta kvöld, blessaði Bjarninga hann tala, blessaði áfram lófgjörna sem er svo dásanlega við fáum að vera hér saman mánudag eftir mánudag og hjálpa okkur í vikunni að ganga þinn veg. Því að þú ert með áætlun, þú hefur gefið okkur veginn, hjálpa okkur að vera á þínu vegi. Í Jesú nafni. Amen. Amen. Guð bless ykkur. Hérna aftast er posi og karfa, við fundum ekki baugana og hérna bara gjörið svo vel. Takk fyrir að taka þátt í, þetta er einn hlutur af lóðgjörinni, það er að gefa fjármálum okkar og bara Guð bless ykkur fyrir það. Takk. Já og einmitt, ég held að þið sáu þetta all. Hann var með. All my words fall short. I've got nothing new. How could I express all my gratitude? I could sing these songs as I often do, but every song was stale and you'll never do. So I throw up my hands, praise you again and again. 'Cause all that I have is a I've got one response, I've got just one move, with my arms stretched wide, I will worship you. So I throw up my hands and praise you again and again, 'cause all that I have is a for the heart singing hallelujah.
that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, I'm nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. Takk Jesus. Drottinn minn og Guð, við syngjum heilar, 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 konungur, konungur, heilar ertu drottinn. Þakka drottinn fyrir nærveru þína sem að leysir drottinn, sem að læknar, sem að gefur líf drottinn. Það eina sem við þurfum er bara þú Jesús, nafni Jesús. Nafni Jesús sem að leysir, sem að læknar, sem að gefur líf. Drottinn við þráum bara þig og einan þig. Bara nafnið Jesús. Við getum leitað út allan heim, við getum leitað í öll hús og hornbúr út allt, en það ekkert sem að fyllir okkur eins og þú, drottinn. Það enginn sem að læknar eins og þú, drottinn. Það enginn sem að gefur von eins og þú, drottinn. Og drottinn minn og Guð, þeir sem að hafa verið í kirkjunni og þjónað þér, drottinn, og farið og leita eitthvað annað, þeir sjá það núna, kannski það ert bara þú, drottinn. Það ekkert í þessum heimi sem að hefur tætnað þess að þú hefur hælana, drottinn. Faðir minn og Guð, við lofum nafnið þitt í kvöld. Við lofum nafnið þitt, Jesús. Og ég bið Faðir minn og Guð að koma með lækningun í hvert hjarta í kvöld. Ég bið að koma með von inn í sérhvert vonleysi, drottinn. Að koma með lausn inn í sérhvert vandamál, drottinn. Að koma með svar inn í allar spurningar, Jesús. Drottinn, þú ert svarið okkar. Þú ert svarið. Þú ert svarið okkar, drottinn. Heilagur, heilagur, heilagur. Þú ert framtíðin okkar, þú ert vonin okkar, Jesús. Takk, Jesús. Takk, Jesús. Frelsar á ég og vinur eilíf, hann elskar mína sál. Í öllum raunum ég treysti honum, hann aldrei fer mér frá. Eina sem ég þarf er Jesús. Ég vil aðeins syngja hans nafn. Einum þegar ég tilheyri Jesús. Ég frelsi fyrir náð þína. Ekkert annað í þessu heimi sem fangar mína sál. Því
Þú ert styrkur minn, Guðsson, mín sál er fyrir þig. Þú ert framtíð mín og von. Já, þú ert styrkur minn, Guðsson, mín sál er
drottinn minn og Guð. Takk, Jesús, fyrir alla þá vitnisburði sem eru hér í kvöld. Takk, drottinn, fyrir öll þau líf sem þú bjargar sem eru hér í kvöld. Takk, drottinn minn og Guð, að þegar að fólk sagði vonlaust og sagði þú von. Að drottinn minn og Guð, það fullt herbergi af fólki sem að heiminn var búin að dæma bara búið. En þá sagði, þú átt alltaf loka orðið, drottinn. Og við lofum þig fyrir það, drottinn. Við lofum þig, Jesús, að það alltaf von í þér. Það alltaf von í þér, drottinn. Þetta ekki búið fyrir að þú hefur átt þitt síðasta orð. Drottinn, við lofum þig, Jesús. Við lofum þig, Jesús. Þig vil ég lofa, eilífð minn Guð. Þig vil ég lofa, þig vil ég lofa, þig vil ég lofa, eilífð minn Guð. Þig vil ég lofa, þig vil ég lofa, þig vil ég lofa, eilífð minn Guð. Má fá Björninga til að tala til okkar. Ein stutt tilkynning á föstudaginn klukkan 8 lofgjörðarkvöld í Hallgrímskirkju. Allir velkomnir, komum saman að lofa Guð. Yndisleg lofgjörð, alveg yndisleg lofgjörð. Bara takk innilega fyrir. Takk innilega fyrir. Við rifjaði það upp hérna áðan þegar við vorum að lofa Guð að eiginlega mína fyrstu minningu um Guð þegar ég var 8 ára gamall. Ég ólst upp út á Seltjarnarnesi og þegar ég var 8 ára gamall þá minnist ég þess að ég farið út á tún, vorum að spila fótbolta eitthvað og ég var einn með sjálfum með þegar fótboltinn var búinn og lá á bakinu í grasinu, það var yndislegt veður, ég var klæddur í bláan jakka eða peysu og ég horfði upp í himininn og ég sagði Guð, bara mig langar alltaf að vera 8 ára, ég var svo hamingjusamur og minn uppáhaldslitur blár og svo rýndi ég svona upp í himininn, það voru einhverjir skýjabólstrar og ég sagði mér það hlýtur að vera einhvers staðar veggur, þetta getur ekki verið endalaust. Svo ímyndaði mér einhvern vegg og þá hugsaði mér, nei, það eitthvað meira á bakveðina vegg. Þannig að þetta endalaust og ég svona bara, minn litli hugur komst ekki yfir þetta. En ég ætla að tala um þann sem skapaði himinn og jörð, skapaði mannin. Ég ætla að tala um Jesú í kvöld. Og ef að þið náið, það er nefnilega þannig orð Guðs, það er eins og sáðkorn og það fer í hjarta okkur, þá gróðursettist þar. Og smá saman þá fara ræturnar dýpra og dýpra og ég tek eftir því að þarna var ég 8 ára gamall. Þegar ég var 17 ára gamall, þá var einhver sem vatt sér að mér og sagði mér frá Jesú. Ég var á leiðin í skólan í Bandaríkjunum, ég var í high school þar. Og þetta litla samtal þar var þessu valdandi að ég fór að leita Guðs. Guð, ef að þú ert virkilega til, barnabænin sem mamma kendi mér skipti vissulega máli, þannig að eigi börn í dag, kenni þeim bænir. Það er sáning sem að skila sér alveg 100%. Þannig að 17 ára eignast ég lífið í Guði og ég skrifaði bréf til minna skólabræðra, meðal annars Óla Hauks og hann ólst upp á Nesinu líka
og ég sagði þeim, Guð er til. Þú veist, það er til Guð. Ég er búin að fá upplifa það á mínu eigin skinni. Guð er til. Það er eins og að vera kveikt á peru allt í einu í skólanum. Bara ég og hann vorum allt í einu orðnir vinir. Guð er til. Og ég þennan Jesú sem að skapa alla hluti, langar með að tala, en fyrst kom til mín að segja við ykkur, þarna var ég 17 ára gamall, ég ætla ekki að segja ykkur hvað ég er gamall ungur í dag, en tíminn líður. En ég get sagt ykkur það að svo mörg okkar, og ég hef lent í þessu á minni göngu með Guði, bara göngun í lífinu almennt, þá er ég staddur á einhverjum ákveðnum tímapunkti og ég segi bara ef að hlutinir hefðu verið öðruvísi og ég horfið tilbaka. Ef að ég hef ekki kynnst þessum einstakling, ef ég hef ekki farið í þetta nám, eða ef ég hef ekki lent í þessu óhappi eða þessu atviki og við hugsum og verum föst í fortíðinni. Sumir eru fastir í einhverju bindingu, það gerðist eitthvað og þeir get ekki losa þetta frá sér og þeir illa árar, það var alltaf farið í fortíðina og stundum finnum við ákveðið skjól í fortíðinni, það var svo gaman þegar ég var 8 ára gamall. Svo eru svo margir sem að hugsa framtíðina og þeir segja, ef ég vinn í lottó, þá bara leysast hlutirnir. Eða ef að ég kynntist nú réttri konu eða ef ég myndi fá betri vinnu eða hærri laun og við erum í framtíðinni. Þegar Jesús kom til Mörtu og Maríu og Lasarus var dáinn, þá segir Marta við hann, ef þú hefðir komið fyrr, þá væri Lasarus ekki dáinn. Og Jesús segir við hana, ég er upprisan og ég er lífið. Sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi. Og já, segir hún, ég veit að í framtíðinni þá kemur aftur. Og þá munum við eiga upprisunu með þér. Þannig að hún var bæði í fortíðinni og í framtíðinni. En Jesús sagði, ég er núna. Ég er núna. Og á því augnablikinu, þá gengur hann á gröfin og kalla, Lasarus, kom út. Þeir veltu steinunum frá. Það var búið að vefja hann líkklæðum þannig að hann gat ekki gengið. Hann hefur bara verið reistur upp af krafti Guðs og svo bara kom hann svífand út úr gröfinni. Svo var hann bara látið fólki leyst hann og hann var á lífi. Það er svo mikilvægt núna fyrir þig. Ég veit ekki hvort þú ert stödd eða staddur í lífinu, en núna er nú. Það er 1 ár í næsta ár og það skiptir svo miklu máli núna að lifa í trú með Guði núna. Þegar núna er Guð að gera stóra hluti fyrir þig. Guð er án tíma og rúms, hann er þarna fyrir utan og ég hugsaði mér, í upphafi skapaði Guð himinn og jörð. Í upphafi. Og orðið var hjá Guði og orðið var Guð. Og orðið varð hold og þá bjóa meðal okkar. Þegar maðurinn féll, þegar Guð var búinn að skapa þessa yndislegu veröld, hann kemur frá annarri veröld sem við sjáum ekki með okkar augum. Það var einhver falleg veröld, svo hann ákveður að búa til nýja veröld með jörðinu, með sólinni og öllum þessum stjörnuhvelfingu sem til eru. Allir þessir óravít sem eru óendaleg og við náum ekki utanum, en svo kemur syndafalli sem ég ætla nú ekki að tala í dag. Maðurinn fellur, hann brýtur boð Guðs og það kemur myrkur og hörmungun í þessa veröld. Maðurinn sem átti aldrei að deyja, hann byrjar að hörna og deyja. Maðurinn sem átti ekki að vera með sjúkdóma, fær allt í að ná sér sjúkdóma. Jörðin fer að gefa af sér þysla og þyrna. Það breyttist allt og þegar Guð horfir á þetta, þá gat hann ekki bara, ég fyrirgefi þér. Og svo byrja maðurinn aftur að brjóta af sér. Það eru afleiðingar af því að brjóta af sér og þetta er komið alla leið til okkar í dag. Þannig að Guð setti strax aðgerðaráætlun í gang. Hann sjálfur, orðið sem að allir hlutir eru til orðni fyrir, segir í Kólussubréfinu, og ekkert er orðið til nema fyrir hann, sem er Jesús, hinn eini sonur Guðs, sem alltaf hefur verið, ákvað, samráð við föðurinn, að hann skildi gera sæði, komin í kvið móður, sem myndi á einhverjum tímapunkt í mannkynssögunni fæða hann sem mannin í þessa veröld, þannig að hann gæti komið sjálfur Guð og dáið þínum dauða, tekið á sig þína synd, tekið á sig þinn sjúkdóm og gefið þér líf að eilífu, eins og það átti að vera í upphafi. Rosaleg fórn himinsins og þvílík auðmýkt, sá sem að allt hefur skapað, alla hluti gert, alltaf verið til. Á einu augnabliki eftir margþætta spádóma og eftir að ef við fylgjum sæðun eftir í gegnum allt Gamla testamentið, þá er óvinurinn alltaf að reyna að stoppa sæðið. Hann vissi það að sæði konunnar myndi merja höfuð hans, en það myndi merja hæl hans.
Þannig á einhverjum tímapunkti myndi Guð koma. Og nú var tíminn komin og stundin komin. Að Jesús skildi fæðast hér á jörðinni eftir mikinn undirbúning Guð himins og himnum. Í gegnum Abraham, gegnum Davíð konung og nú var tíminn komin. Og Jesús átti að fæðast í borg brauðana. Betlehem þýðir borg brauðana. Hún var svo minnsta á meðal héraðsborgana, segir í Míka spámanni, en frá þér mun koma stjórnandi sem mun ríkja í Ísrael. Hann mun eiga ekkert upphaf, hann frá ómuna tíð og til eilífðar vera. Þetta spádómur í Jesú. Og María á einhverju augnabliki, þá henni vitjað af engli, sem segir María, þú munt þunguð vera, þú munt bera sæði Guðs. Og Jósef ætlaði að skilja við hana. Þau voru ekki gift og þarna var ekki samneyti fyrir hjónaband, þannig allt í einu hún orðið þunguð. Og hann vissi að hann var ekki búinn að snerta hana, þannig að hún var að reyna að útskýra fyrir honum, þetta heilagur andi. Dálítið ólíklegt, þú veist, kona getur ekki orðið ólétt nema fyrir sæði karlmanns. Allavega, þá kemur engill og birtist Jósef og segir við hann, hún ber barn himinsins undir belti. Þannig að þú verður að standa með henni. Og þau fara saman að tilstuðlan keisarans í Róm af öllum hlutum. Það ákveður hann að sig skuli fara fram manntal. Þannig að manntal fyrir fram og þau búa í Nasaret á þessum tíma og þau eru bæði búin að fá að upplifa yfirnáttúrulega hluti, sjá engla, upplifa mikla blessun Guðs. Hún komin að því að fara að eiga þetta himneska barn. Hún í 100 kílómetra fjarlægð frá Betlehem. Og Betlehem liggur rétt við Jerúsalem, svona kannski 3 tíma gangur. Og í Betlehem ætluðu þau að gista og það var áttu að skrá sig því þetta var heimaborg þeirra. Davíð konungur, hann fæddist í Betlehem líka. Og þau eru bæði beinan ættlegg frá Davíð konungi. Hann líka konunglega smurður, ef við getum sagt svo. En það 100 kílómetra ganga, 4 til 5 dagar, hún alveg á steipurnum. Ég hugsa með mér, flestir myndu segja bara, ég ætla að vera heima, barnið að koma, ég ekki að fara að taka svona áhættu. Sita á einhverjum asna eða ganga líka, það bara flýti fyrir ef eitthvað En það eitthvað í þeim, þau fara. Og það fyrir tilstuðlan himinsins, áætlun himinsins, hún stendur 100%. Þannig að þau mæta til Betlehem og sagan segir að gistuhús í Betlehem sem að langafi Davíðs átti, Bóas, sem var giftur Rut. Og Bóas arleiti Davíð konung að þessu gistiheimili sem þarna var. Þetta var fjölfarin slóði gegnum Betlehem í átt að Jerúsalem. Og á þessum tímapunkti þá Davíð gefur síðan þetta gistiheimili góðum félaga sínu. Við getum lesið þetta í Gamla testamentinu. Og svo líða 1000 ár og beinn afkomandi Davíðs konungs að fæðast í borginni Betlehem. Og þau koma þessu inn hóteli, það var ekki hótel, það var gistiheimili, og það segir að það var ekkert pláss fyrir þau. Það var laufskólahátíð akkurat á þessum tíma, það var mikill mannfjöld í bænum og Jerúsalem fullt af fólki sem var að koma aðkomufólk. En það segir að það var ekkert pláss fyrir þau í gistiheimilinu, sem var einu sinni í eigu forfeðra þeirra. Sjálfur konungur var að fæðast til jarðarinnar, en það var ekkert pláss fyrir þau. Meðal annars þau voru fátæk, áttu ekki pening, það kostaði að gista. Og sá sem áttu gistiheimili verður örugglega að hugsa með sér, býttu fullt af fólki að koma sem á peninga, nei því miður ekkert pláss fyrir ykkur. Þannig að þau fóru í gripahúsið og þegar þau eru í gripahúsinu þá gerist þessi fæðing og hann lagður í jötu. Sá sem að allt hefur skapað, búið allar hluti til, hefur verið frá upphafi, búin að vera í móðurkviði í 9 mánuði, allt í hennar komin hann inn. Komin inn í þessa veröld sem við búum. Sjálfur Guð á himnum komin og María heldur á honum, viss hún það að hún hélt á eilífum Guð í hendinni. Viss hún það að þegar hún kyssti hann á ennið að hún voru að kyssa enni Guðs. Hann lagður í jötu, jata sem að fætti alla og borginni kölluð borg brauðsins. Jesús hið sanna brauð sem að kemur á himnum, segir hann sjálfur, til að allir megi neita og allir megi fá líf. Og hann lagður í jötuna sem dæmi. Og þegar ég hugsa hennan son, þá fór ég aðeins að stúdera og 11 sinnum sá ég
11 sinnum sá ég að það talaði son Guðs í einhverju merkingu. Og það segir hérna að hann hafi verið sonur Guðs, hann sonur föðurins, hann sonurins hæsta, hann sonurins blessaða. Í þessum 4 tilfellum fjallað himneska áherslu og himneska tilveru Jesú gagnvart himninum. Hann sonur Jósef, segir líka. Hann sonur Maríu, hann sonur smiðs. Þarna verið að sýna hans mennsku. Hann fæddur sem maður og varð að fæðast sem maður. Það getur engin maður dáið fyrir mína synd, það verður að vera Guð á himnum. Hann gerist maður til að geta dáið. Hann sonur Abrahams, hann sonur Davíð konungs, hann mannssonur. Þarna verið að tala konunglega mynd af Jesú og líka spámanlega mynd hans. Það segir líka að hann sonur kærleika hans, 11. skiptið. Því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn, eingetinn, til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Guðs sonur einnig mynd upp á eilífarson, hann hefur alltaf verið. Sonur Guðs föður mynd upp á samfélag hans við föðurins. Sonurins hæsta þýðir að hann einstakur, hann eingetinn. Sonurins blessaða má nefna siðferðislega. Sonur Maríu yfirnáttúrulegt kraftaverk. Sonur Jósef lagalega. Sonur smiðs verklega. Sonur Abrahams spámanlega talað. Sonur Davíðs konungs ættleikur konunglegur. Mannssonur alfa og omega hefur alltaf verið og mun alltaf verða. Á 5. var uppstilningadagur. Og mjög mikið hugsið á þessum degi, uppstilningadagur. Þegar Jesús fer á krossinu, við komum aðeins að því, þá fyrst vil ég segja það að barnið, það fæðist og með skyndi þá takaðu soninn upp og þau flýja til Egyptalands. Því að í andaheiminum var eitthvað mikið að vera og ómunurinn var á eftir sæðinu. Og það sem gerist þarna, það englar að birtast og englar að syngja út í haga og þvílík náð að gera og óundurinn skynjar oft ekki hvað að vera. Hann veit bara það er mikið að vera í andaheiminum. Og hann blæs í brjóst Heródesar að senda hermenn til Betlehem. Hugsið ykkur, senda hermenn til Betlehem og það eru öll sveinbörn undir 2 ára aldri dregin út úr húsi og þeim slátraði myrt. Og það var gráta, harma kvein, segir spámaðurinn í Gamla testamentinu við þennan atburð. En þau komist rétt undan og ólust upp í Egyptalandi í ákveðin tíma. En Jesús byrjar að starfa og það það sem að leggja núna mikla áherslu á. Hann byrjar á því að kalla lærisveina sína. Og það eitthvað við Jesús sem var öðruvísi heldur en hjá öllum öðrum. Hann var sannur maður en hann var líka sannur Guð. Og þegar hann talaði, þá lagði hann storminn. Hann var með 5.000 manns. Hann var með 2 fiska og 5 brauð. Hann fætti þá alla. Hann lægði öldurnar á einu augabragði. Hann gengur á tollheimtubúð, flottri skrifstofu, við getum kallað þannig, og segir við mannin sem þar fylg þú mér. Og hann stendur upp og fylgir honum. Hann gengur á strönd Galilíu og segir við Pétur, fylg þú mér. Pétur fylgir honum. Ef að ég verið staddur á bensínstöð, labbaði þær inn og segði við kallið sem afgreiða, fylg þú mér. Það myndi og ég hringja sjúkrabíl. En það var eitthvað í orðum hans, hann læknaði sjúka, heyrnarlausa, blinda, eins og ég sagði, hastað vindinn, risti dauða upp til lífsins að nýju og þegar fjöldi farið sig að mætti og reynda að gagnrýna hann og gera eitthvað, þá var bara, sá að þessi syndlu kasti fyrsta steininum og steinarnir bara dutt í gólfið. Og svo segir hann, ég ákærið ekki, en fara og synga í framar. Hann gaf henni nýja von, nýtt líf, þessari konu. Alls það sem hann kom, þá gerði svona undur. Og á einum tíma, þá hann með mjög harða ræðu með fullt af lærisveinum og hann segir við og þeir verða að eta hold mitt og drekka blóð mitt, annars eigið þið ekki líf. Og þeir finnst þetta of hart, skilja þetta ekki alveg, skilja ekki að hann brauð lífsins. Það mjög mikilvægt að lesa Jóhannesarguðspjall, hvet ykkur öll til að lesa það mörgu sinnum yfir. Það ótrúleg opinberun Jesú. En allavega,
snýr hann sér að lærisveinunum þegar margir eru búin að fara frá honum og segja, hörður þessi ræða, viljið þið ekki fara líka? Þá segir Pétur við hann í 7. kaflanum í Jóhannesarguðspjalli, hvert eigum við að fara, Herra? Þú hefur orð eilífs lífs. Eitthvað búið að skiljast hérna uppi, það er svona miklu mála við heyrum. Þú hefur orð eilífs lífs og við trúum og vitum að þú ert frá Guði sendur. Þetta var komið inn til þeirra á þessum tímapunkti. En þá þetta er að harðna í ári hjá Pétri. Við vitum það að Jesús segir við hann þegar hann var að ég mun aldrei svíkja þig, ég mun aldrei gera þetta. Þú veist, ég mun aldrei fara frá þér, ég mun gangi í dauðan fyrir þig. Og Jesús segir áður en halinn gala myndu hafa svikið með 3 sinnum. Svo fór ég að hugsa þegar hann er í garðinum, hann er búin að biðja, hann stendur upp og lærisveinarnir eru með honum, þessi sem alltaf hefur verið til og mun alltaf verða til. Þá koma yfir 100 hermenn til að hertakan og handtakan, ásamt fariseuðum og Júdasi. Og þegar þeir spyrja býtu, hvar er hann, hver ertu? Þá stígur Jesús fram og segir, ég er, sem að þýðir ég er Guð. Ég er, og við það að segja þetta, þá falla 100 eitthvað manns bara í jörðina. Og svo stíga þeir aftur upp og hann segir að koma til að handtaka mann sem er búin að vera hjá okkur allan þennan tíma. En nú var stundin komin. Einu sinni var hann að predika í Nasaret og líkti sjálfum sér við Guð og lausnarann sem myndi leysa böndin og hjúkra hennum sjúka. Og menn voru vondur og reiður, er þetta ekki sonur smiðsins? Hrökkt hann út á klettabrún og ætlaði að hrinda honum fram af. En allt í einu, þá bara gekk hann í gegn. Minn tími er ekki komin. Tíminn var krossinn til að deyja fyrir mig og deyja fyrir þig. En Jesús þegar hann er á krossinum og Pétur er búin að svíkja hann 3 sinnum og flest allir lærisveinarnir er í felum. Þor ekki að vera á meðal, það var kurr í bænum. Sá eini sem gekk með honum upp á krossin var Jóhannes, sem að skildi elsku hans til sín. Lærisveinninn sem Jesús elskaði. Hann elskar okkur öll, en stundum áttum við okkur ekki á því. Okkur finnst þið ekki vera elskuð. En þessi lærisveinn upplifði það og hann gekk á móti straumnum, fekk örugglega að heyra, ert þú ekki einn af þeim? Yfirleitt voru þetta ungir aðilar, bæði konur og menn sem fylgdu honum. Og flest ykkar eru hér á unga aldri. Og þetta er einmitt staðurinn og stundin til að horfa upp og vita það að hann er svo nálægur þér að hann gaf allt í sölurnar til þess að vera með þér og ná þér, frelsa þig og ganga gönguna með þér. En þegar Jesús er á krossinum, búin að gangi í gegnum hræðilega þjáningar sem ég ætla ekki að fara í gegnum hér og nú, það gat enginn deytt hann. Hann gat stigið niður á krossinum og ég gleymi því aldrei þegar ég var í Neskirkju og ég sá Krist á krossinum í fermingarfræðslunni. Það er bara, af hverju stegst ekki niður og sýndir þeim að þú ert Guð? Ég skildi ekki að hann varð að deyja mínum dauða, bera mína synd. En þegar hann er á krossinum, eins og sannur konungur, þá segir hann í fyrsta skipti, þegar hann ávarpar Guð á himnum, hann segir alltaf Faðir, minn faður og þinn faðir. Núna í fyrsta skipti segir hann Guð minn, hví hefur þú yfirgefið mig? Örvæntingaróp. Hann er allt í einu komin á þann stað að vera ég og þú. Kalla á Guð, ekki sem faðir, til þess að ég geti sagt faðir og þú geti sagt faðir. Hann rópar upp og stuttu seinna segir hann, það er fullkomnað, algjörlega fullkomnað. Og þá, samkvæmt Jóhannesi, eins og sannur konungur, þá leggur hann höfuðið á öxlina sér og síðan gefur hann upp sinn anda sjálfurlugur. Venjulega þegar menn deyja, hann fer andinn fyrst og svo dettur höfuðið niður eða hvernig sem það er, en það gat enginn deytt hann. Hann var búinn að fullkomna verkið, taka á sig mína synd og þína og nú bauð hans hel. Hann varð að deyja, þannig hann sjálfurlugur gaf hann upp anda sinn og dó mínum dauða og dó þínum dauða. Hann rís upp á 3. degi, það vitum við öll, og hann er með lærisveinum sínum í 40 daga. Í 40 heila daga er hann upprisinn. Hann getur borðað með þeim mat, hann gengur í gegnum veggi, hann er allt í henni hjá þeim þegar þeir einskisi eru varir, í gegnum lokaðar hurðir, þá er hann allt í henni með þeim. Hann sýndi þeim órækileg kennimerkjum það væri hann og hann birtist meir 500 einstaklingum í einu. Í 40 daga er hann upprisinn og svífur á meðal þeirra, kennir þeim, uppörvar þá og blessar þá og segir
ég verið að bíða eftir fyrirreitu föðurins sem að ég mun senda. Og svo var stundin komin að uppstillingadegi og hann mæti með lærisveina sína og segir nú er stundin komin og þeir fara að tala býtu kemur ekki aftur og hvenær myndu reisa við ríkið og svona. Hann segir þið verið að treysta og þið verið að trúa. Og svo þegar hann stígur upp til himins og þeir horfa eftir honum og það bara hverfur hægt og rólega og allt í einu standa 2 menn, guðlegi menn og segja hví stariði til himna? Hann mun koma aftur á sama hátt og hann fer. Farum til Jerúsalem og þar fóru þeir og báðust við og þá kom heilagur andi yfir þá og þessi fullvissa sprakk út í hjarta þeirra og þeir fóru út með fagnaðarrend og við sjáum þeir bara stútuðu heiminum. Sko. Það var ekkert sem að stoppa þess að læra sinna, ekki neitt. 100% vissir í sínu hjarta, hann er upprisinn, hann var búin að ganga með þeim og þetta var veganestið. Þetta veganestið komið til okkar líka. Og hann hitti Pétur einslega á þessum upprisutíma sínum. Strax í upphafi þegar hann er risin upp, þá hittir hann Pétur, kallar hann einslega til sín og hann læknar sárin í Pétri. Og þannig er það líka með okkur, hann vil lækna öll sár í okkar lífi. Pétur var þungaður af sektarkennd, búinn að svíkja meistarann. Búinn að hafna honum 3 sinnum. Hann hlýtur að vera mjög sakbitinn hið innra. Og það væri það fyrsta verkum þessu upprisna, ekki að gefa honum kinnhest, ekki að skamma hann, heldur að reisa Pétur við. Og hann var einn af foringjónum sem fór fyrir, aðeins nokkrum dögum, 40 dögum síðar, er Pétur að prédika í Jerúsalem. Og það eru 5.000 sem eignast trúna. Nei, 3.000 sem eignast trúna. Og svo faraður út og Pétur, við vitum hvernig hann endaði ævi sína. Ég oft hugsaði með maður stæði frammi fyrir þessu. Nei, hann skildi fara á krossinn. Og hann taldi sig ekki verðugan að vara krossfestur eins og Jesú, heldur var krossinu snúið við og hann var krossfestur öfugur á krossinn. Páll postuli, hann segir, ég vil frekar fara hérna, en það er kannski betra að ég sé hérna með ykkur núna, einhverja stund, ég veit hvað bíður mín og það er betra að vera þar heldur en að vera hér. Það sem bíður þín er nýr dýrðar líkami. Hvað sem er líka betur að vera. Þetta er bara stórkostlegt líf sem að bíður okkar, nýr líkami sem aldrei mun verða veikur, einmana, sjúkur eða gera einhverja vitleysu. Við fáum nýjan líkami eins og Jesú sýndi okkur fordæmi fyrir. Og þetta þekktu lærisveinarnir og vissu. Þannig að þeim ægði í dauði. Þeir voru tilbúnir að gangi í gegnum þessa hluti því þeir vissu og þeir vissu. Ég trúi því að við séum nálagt endatíma. Allt hefur sinn enda. Og við erum komin mjög langt í sögunni og það eru liðin núna yfir 2000 ár síðan að Jesús fór á krossinn, reis upp og fagnaðarendið komið til okkar. Það komið mitt hjarta þegar ég var 17 ára gamall. Ræturnar hafa dýpkað og dýpkað, augum mín hafa séð hvað það skiptir miklu máli, ekki að eiga hluti, þó það sé gott að eiga hluti, það sem skiptir öllu máli er að þekkja hann og vera í samfélagi við hann. Njóta þess að upplifa hann, það koma dagar og koma stundir þar sem að er mótlæti, er myrkur og þá eru ræturnar þannig að þær sjúga vökvan upp og við höfum ekkert að óttast. Og hann er með okkur á þessum augnablikum og hann vill að við lærum að treysta sér þegar við erum að gangi í gegnum þessa tíma. Og það er vakning framundan og vakningin byrjar í mínu hjarta og byrjar í þínu hjarta. Og við erum að nota tækifærið, ekki á óeðlilegan hátt, en bara á eðlilegan hátt að segja fólki frá, hvar sem við erum. Og ef við segjum því ekki frá að biðja fyrir því í hljóði, við erum kannski stödd einhvers staðar, það skiptir svo miklu máli. Og ég hef sagt, úr þessu púlti hef ég sagt, bara það að ég skuli stíga inn í bókabúð eða fara í smáran. Ég hef bað Guðs, innra með mig býr heilagur andri, sá sem að reisti Jesús upp frá dauðum, er krafturinn sem er innra með mér. Og bara það að ég skuli ganga smáran, vitandi það að ég er þessi sonur, meðvitaður það, þá bara geislast eitthvað. Það bara, þú veist, það gerist eitthvað. Fólk fer að snertast það bara því að ég er meðvitaður það hver ég er. Kraftur Guðs er innra með þér í dag. Og það er bæn mín núna búin að vera að það rís upp hér á Íslandi sem munu taka landið. Og þá er ég að tala þú veist, ég taka all landi, bara rís upp sem en Gustaf. Við munum sjá kraftaverk, við sjáum fólk þessna rís upp frá dauðum, en það eru endatímarnir verða
Það talaði fyrra regnið þegar apostolarnir voru og svo seinna regnið sem koma. Og margir í dag að tala það. Við erum að sjá vakningu svo víða veröldina. Gífulega vakningu í Íran til dæmis. Á meðal þeirra sem eru með búrkurnar og bara mest á meðal kvenna sem fara með litla bænahópa og bara vakningin breiðist út líka í undirheimum í Kína og fullt á öðrum stöðum. Og við erum stödd hérna í frjálsu landi og Guð að reisa upp her. Og ég ætla að vera með í því. Ég ætla að vera með og ég að hvetja þig líka til að vera með og ná til samtíðarinnar og sjá 200, 300, 400, 500 manns koma saman, 1000 manns, 2000 manns, sjá hluti gerast á Akureyri, sjá hluti gerast í Vestmannaeyjum allt land. Og bara þinn litli vitnisburður eins og þessi maður eða strákur sem vitnaði fyrir mér í skólarúti, trúr á Guð. Og ég alveg já, og biður til hans. Og ég láð það lett, jú, mér líður stundu betur. Heyrur í honum. Og þetta setti mig á stað, Guð virkilega til? Og það eru allir menn og þessari jörðu sem hafa þetta innra hróp sem að Guð skapaði í okkur. Þú veist þessi leit, það er að mínu mati, það kallar á meiri trú að vera guðlýsingi heldur en að trú á Guð. Að sjá alla þessa fegurð og sköpunina og þetta hafi ekki verið til nefn bara einhver smellur og einhver blossi. Það er ekki þannig. Og það er eitthvað kall í okkur öllum að leita. Þú veist, það er eitthvað meira. Alveg eins og þegar ég var 8 ára, það er eitthvað meira. Það er eitthvað þarna úti. Og Guð er búinn að opinbera okkur sæði sem fæddist fyrir 2000 ára síðan. Og hann er komin innra með þér. Er allir hér inni búin að eignast lífið í Guði? Er einhverju sem ekki ennþá hafa tekið þá ákvörðun? Er einhver sem ekki hefur stigið skrefið? Ef svo þá vil ég endilega biðja með þér í kvöld. En ég ætla að fá að biðja bæn núna fyrir ykkur og treysta því að orðið sem ég talaði það fá að festa rætur og bera ávöxt í lífi ykkar. Drottinn Guð, ég þakka þér fyrir að þú ert konungur konungana. Þú ert sá sem skapað hefur himinn og jörð. Og í dag, Drottinn minn, hér á Smiðjuveginum, þá ert þú mættur með anda þinn og engla sem eru hér mitt á meðal okkar. Og ég bið þess núna að hver og eitt sem að hér Drottinn, megi fá að upplifa snertingu himinsins, Drottinn skynja það og skilja að viðkomandi og hann er mjög mikilvægur, Drottinn. Að hver og einn fá að þú opinberun, Drottinn, er mikilvægur að því ég barn Guðs. Ég barn himinsins. Allt vegna það sem gerist á krossinum og með upprisu orðsins sem að kom frá himni. Og ég bið þess, Drottinn, að þessi hópur sem hér megi vera frumkvölar í þinni vakningu, megi segja öðrum frá, Drottinn, andinn megi brenna innra með þeim þegar við fara heim í kvöld. Drottinn minn, gefðu augu þeirra og eyru megi opnast fyrir nýjum hlutum, gefðu sýnir og opinberanir, Drottinn minn. Þú vilt svo sannarlega, Drottinn minn, gefa sýnir og opinberanir, drauma, Drottinn, inn í líf hvers og eins. Og ég bara blessa þetta starf, blessa það sem hér fer fram, leiðtogana, Drottinn minn, alla sem hér eru mættur og tilheyra starfinu. Ég segi megi það blómstra og ávaxast og fjölga sér í Jesú nafni. Amen. Ef einhverju vilja koma fram og fá fyrirbæn, þá eru hérna fyrirbiðendur og þá munum við biðja fyrir ykkur eða eitthvað sem að skortir á og viljum við standa með ykkur. Fyrirbiðendur geta komið hérna fram þá og tekið á móti. En ég þakka fyrir mig.